gerist áskrifendur á samstöðinni og taki þátt í að byggja upp öfluga og róttæka samfélagsumræðu. Komið sæl og verið velkomin hér eftir að Rauðaborðinu. Það Radio Gaza sem tekur við og hjá mér, Maríu Lilju, eru góðir gestir, Adda Steina og Askur Hrafn, verið velkomin. Takk fyrir. Þið eru aðgerðasinnar á vegum samtaka Solaris og Nóbordes og bara manneskjur með samkennd, eins og við töluðum hér áður en við byrjuðum. Það er engin róttækni í því að bara vera hlindur og fylgjandi mannréttindum. Það er bara eðlileg krafa. Kannski svo við byrjum bara á byrjuninni. Það er auðvitað alltaf mikið í gangi og að frétta frá Gaza og nú Vesturbakkanum einnig og Líbanon og fleiri stöðum. Og hafið þið verið að fylgjast eitthvað með því sem að hefur verið, bara hvernig þessu hefur undið fram. Núna var vopnahlé, tilkynnti Netanyahu vopnahlé í Líbanon í gær eftir hann reyndar sprengdi þar upp heila götu og það er svona, það kallast á raddir að hvort þetta hann hafi einskeri góð mennsku sinni haft meðumkunn með Líbönum eða hvort að hann hafi hreinlega bara tapað fyrir Hezbollah. Hvað segja þetta? Ég bara náttúrulega trú engu fyrir að ég sé það í verki, hvað var að vopnahlé. Svo náttúrulega eru auðvitað bara miklar áhyggjur af endur uppbyggingunni og hver ætlar að borga það. Ég held að sé enginn vafi á því að Ísrael og jafnvel Bandaríkin ættu að vera þau sem greiði fyrir það. Það hefur verið og yfirleitt komið í hluti Evrópu að einmitt standa straum af þannig. Svona það er sést þróunarhjálpin frá Evrópusambandinu, hún er yfirleitt fer í þetta uppbyggingu eftir Bandaríkin. Sem er alltaf bara surrealist. Algjörlega. Og það er bara, ég segi, og svo einhvern veginn stundur bara má maður hleypa sér þangað að hugsa uppbygginguna þegar að fólkið er í svona mikill neyð. Það er kannski það sem er brýnast en á sama tíma ógerlegt að ætla að fara að hefja nýtt líf á stöðum sem er búið að rústa. Og þangað til hvenar. Já. Svo náttúrulega var Líbanon ekki búið að ná sér einu sinni almennilega eftir bara hrikalegu sprenginguna 2020. Náttúrulega búin að vera ólgað þarna í lengri tíma og ég líka held að Líbanon sé ekki óhult fyrir að þessu líkur öllu. Það er meðal árásin á Gaza og hríðverkum Ísraels á Vesturbakkanum og bara þessu öllu. Já, þangað til að bara Ísraels ríki verður hreinlega bara einhvern veginn afvopnað og afmáð í rauninni sem ríki með einhvers konar réttastöðu. Já, bara tekið úr sambandi. Og ég er bara, ég segi, það er svona, maður segir auðvitað að hægt að koma óvart en í rauninni er það lygi, eða þú veist, það hættir að koma óvart af því að maður verður dofinn, en svo koma tímar sem maður er ekki eins dofinn og þá er maður bara, já ok, við erum bara hér og við erum bara að bregðast svona við, þá á ég bara við allan heiminn. Og ég man bara eftir þegar ég fekk tímann í október eitthvað svona memory á Instagram 1 ár síðan að ég postaði að væri búið að myrða 1000 börn að Gaza. Já, og maður fannst þetta svo sláandi sem það er. Sem það er. Núna þegar við erum að opinbera tölu tala hvað 40-50.000 börn. Já. Þetta er svo svakalega tölur að maður einhvern veginn tapar tölunni svolítið. Bara algjörlega og þetta er líka bara, ég náttúrulega var kannski ekki jafn involver í þessi mál fyrir þetta. Ég var aðlega þá bara tengt fólki sem er á Íslandi og kom annarkvort bara frekar innflytjandum innan skólakerfisins og þess háttar og félagslegan hlutan en ekki verið í einhvers konar svona aðstöðu sem einhvern veginn bara æxlaðist en af því maður líka náttúrulega
þetta bara breytir sýn manns og hvað skiptir máli og hvað ekki og það að það hefur ekki verið brugðist við þetta mikilli aðför að lífum barna er eitthvað sem er óskiljanlegt og þess vegna verður maður bara, ég segi, þegar maður fær svona áminningar allt og oft að það er maður bara, já, ok, þetta er bara að gerast og þar leiðandi að þegar að verða einhverjir sigrar að þá verður maður líka að taka þeim með fyrirvara af því að maður hafði einhvern veginn meiri von heldur en maður hefur og sér líka bara hluti einhvern veginn á nýjan hátt, sko. Já, og kannski maður einmitt í samskiptum við palestinska vini sína hérna á Íslandi lærir maður að fagna einhver svona of snemma. Algjörlega. Því að, já, þau þekkja það bara á eigin skinni að það er betra að bara svona að halda, já, sér til hlés og stilla væntingunum svona í lágmarka því að það er einhvern veginn, það virðist endalaust dynja á þessari þjóð. Já. Ég líka, sko, eitt af því sem ég finnst eiginlega vera að það hræðilegasta við þetta allt saman og bara, þetta er rosalega ókveikjandi, það er hvernig Ísrael, Bandaríkin, Þýskaland og fleiri lönd eru að grafa svona rosalega mikið undan Sameinuðu þjóðunum, mannréttindastofnunum á vegum Sameinuðu þjóðanna og bara alþjóðalögum. Eins og núna eru Bandaríkjamenn segja að muni ekki handtaka Netanyahu ef hann skildi koma til Bandaríkjanna og þetta bara gerir út af við bara allt vægi sem alþjóða sakamála dómstóllinn hefur og alþjóðalögur einnig sem eru bara ítrekað brotin í þessum árum sem á Gaza og hernáminu og öllu. Þannig þetta setur bara svo ískikilegt fordæmi fyrir framtíðina. Það gerir það, sko. Það gerir það og þess vegna einmitt, þú veist, held ég, maður skilur stundum viðbrögð þeirra sem eru bara bæði loka augunum fyrir þessu en líka bara við viljum loka landamærunum hér og bara vera gamla flytja áttur í Torgóan og bara reyna að vernda okkur fyrir þessum ókveikjandi heim. En við erum líka í mjög viðkvæmri stöðu, rosalega viðkvæmri stöðu, ekki á neitt hátt eins og sko þau, ég er ekki meira en það sko saman, en þess þá heldur ættu við samt að geta sýnt það að við stöndum með fólki í viðkvæmri stöðu og stöndum fyrir frið og bara mannúð og en eins og við hefum bara séð að þá hefur við svolítið bara farið akkurat í hinn áttina. Við með einhvern veginn haldið svona áfram að svona móka undir þennan stríðsrekstur bæði í Úkraínu og í Palestínu með sko beinum eða óbeinum hætti og svo einhvern veginn viljum við samt sko svona stinga puttanum í eyrun og loka hliðinu og einhvern veginn svona kúpla okkur út frá þessu sem við eigum svo sannarlega þátt í sem er auðvitað bara alveg fáralegt sko. Þetta er myndir rosalega góða punktur vegna þess að Ísland, þetta 400.000 manna land tilvist okkar stendur í raun og fellir með því að alþjóðalög sé virt. Þannig nú þeir nefnir bara fordæmi sem þetta setur. Ég held að stjórnvöld og mögulega bara stór hluti almennings í Íslandi átti sig ekki á því hversu mikið það er þeim í hag að alþjóðalög sé virt og ég held að bara útsitt okkur í rauninni fyrir miklu fleiri hlutum og berskjaldar okkur rosalega mikið og að ég tala nú ekki bara önnur lönd á meginlandi Evrópu, Asíu, Suður Ameríku og bara alls þær í heiminum. Já, þetta er svolítið einkennilegt og einmitt þetta fordæmi sem að Bandaríkin setja, þetta skapar svona ákveðna skekkju að því að okkur er kennt og samfélögum er kennt að við þurfum að fara eftir ákveðnum lögum, reglum og þegar að yfirvöld eru farin einhvern veginn að virða þessar sömu reglur að vettu með svona svæsnum hætti og ekki að ógleymdu fyrir ekki það að Ísrael hafi verið að setja eða tala að setja í lög þú veist að banna UNRWA. Já, einmitt. Og það er bara, eins og segið, er svo stórt fordæmi að
að það einhver svona áfangi aftur og aftur og aftur án þess að það sé brugðist við á bara einhvern hátt sem ætti að þykja eðlilegur eða mannúðlegur. Sko. Já, það virðist að við erum alltaf að færa, þú veist, mörkin voru hérna og þú veist, þá erum við alltaf að fara lengra og lengra og lengra og við erum einhvern veginn búin bara og núna á einu ári hefur maður upplifaði mitt þetta rosalega shift svo ég sletti hérna í bara sko mannúð og því sem og bara einhvern veginn mörkunum milli hvað er rétt og rangt. Bara algjörlega og það sem líka svo erfitt einhvern veginn að fólk bara fólk með mikla ábyrgð farið að leyfa sér meira og bara ráðamenn til dæmis í Bjarni Ben og segja hluti sem að annarkvort ekki sannir eða þá að það ýtir undir fordóma, ýtir undir upplýsingaóreiðu þannig að við þurfum alltaf einhvern veginn að vera að rífast einhver formsatriði og að því að fylgir engin ábyrgð og sem að hlut af tilgangnum með því en á hvaða tímapunkti þarf að fylgja ábyrgð og bara afleiðingar af þessu að á saman tíma erum við að reyna að kenna krökkum og ungmennum þá daginn allt kringum bara ofbeldi ungmenna og maður var jafnvel að hlusta á sko sama fólk að því nú ég að taka þátt í minni fyrstu kosningabaráttu og búin að vera einhvern veginn út allan bæ að hlusta á alls konar fólk og maður kannski heyri sama fólk tala áhyggjur af líðan barna, áhyggjur af auknu ofbeldi hjá börnum og annað og svo bara í næstu setningu með bara fordóma og áráður og annað gagnvart innflytjendum bara hatur og einmitt svona viljandi sumir að einhvern veginn búa til þessa upplýsingaóreiðu eins og til dæmis þetta með innflytjendur að vera að setja í sömu setningu alþjóðleg samtök eða eitthvað og svo hælisleitendur og gera það á þann hátt að fólk fari að tengja það saman og bara þetta innflytjendur, flóttamenn, hælisleitendur nota þessi hugtök og svo ef við setjum aftur yfir börn á sama tíma kennarinn að reyna að kenna börnum að þau koma jafnt fram við aðra, ekki beita ofbeldi, ekki vera með fordóma, bera virðingu fyrir hvort öðru og verum öll eins og skiptum öll máli en við fullorðna fólkið erum ekki að sýna þeim það og við erum í rauninni með því að vera að bregðast við á þennan hátt sem bara alþjóðasamfélag að þá erum við líka bara við erum náttúrulega bara að sýna börnum við skipta mismiklu máli, það er náttúrulega bara deginum ljósara en við erum og að við grípum ekki inn í þegar að því þau sjá þetta alveg það er náttúrulega bara liðin tíð að það sé eitthvað hægt að venda börn fyrir svona eða heyra þetta alveg í skólanum. Já, ég held að við finnum þetta bara alveg inn á beini þau sem að verða fyrir fordómum hvort sem það er óbeint eða beint. Algjörlega. En svona umræða orðræða, hún ýtir undir þetta og þessi vandamál sem verið að tala að sé verið að leysa hefur öfug áhrif en við fáum aldrei tækifæri til að ræða það af því að við erum að rífast einhver formsatriði. Já, að því að þú varst að nefndir öllu svona grauta saman þá var einhver sem vakti máls á því bara núna í dag, ég sá þetta á Instagraminu mínu í morgun nýjasta auglýsingaherferð Sjálfstæðisflokksins sem að einmitt með þessum hætti þessum dómsmálaráðherra fyrrum í forgrunni með
einhver spjöld þarna, þar sem hún sem sagt, að tala glæpahópa og hælisleitendur og setur undir sama hatt og þetta með ráðum gert. Það enginn að segja mér annað þetta sé með ráðum gert en þetta taktískt að búa til eitthvað hræðslu og eitthvað óvin, svona sameiginlega óvin og vera svo bjargvætturinn. Þetta bara svona, þetta eiginlega hlægilegt hvað þetta augljóst. En samt getum við hort á það sem var að gerast fyrir seinni heimsstyrjöldina og séð líkindin og séð þess að taktík í sögulegu samhengi en ekki í samtímanum einhvern veginn og það rauninni þá var jafnvel vandamálið og litlar upplýsingar og þar auðveldara að stýra umræði og nú það rauninni kannski alveg öfugt og eins og bara með þessa herferð og eins lokum landamærunum þetta lofur sem ekki hægt. Nei, þetta ekki gerlegt. Þetta bara plat. Og það bara þetta svo ljótt. Það fylgir því enginn á og við náum ekki einu sinni af því að við þurfum að ræða það. Bara, það ekki hægt að loka landamærunum. Skilur, það bara eitthvað og ef þú ætlar að gera það, ertu þá farin úr Schengen, getur við þá ekki lengur ferðast. Já, það einmitt það sem ég hræðist mest að loka landamærunum, bara ég komist aldrei þann út. Já, ég ekki loka mig inni með þessum brjálæðingum þarna. Hvaða afleiðingar fylgja því að gera þessa hluti, en við getum það ekki af því að við erum alltaf í þessari umræði bara hefur séð nýjastu þar sem að dómsmálaráðuneytið eða sjálfstæðisflokkurinn annað Sigmundur voru að segja og svo maður, þetta galið og þetta ekki hægt en við náum aldrei að tala hvert raunverulega vandamálið á mannalegan hátt og hvort að við séum hvort það sé eitthvað vandamáli fyrir við. Það náttúrulega nummer 1 og 3 og ef það vandamál, hvað þurfum við að gera og hvernig bregðumst rétt við, en það ekki hægt og margt af þessu eins og bara þessari hörku, einhvern veginn að koma afsakanir fyrir því að þau venda okkur á einhvern hátt og einmitt vera að setja þessi orð saman og annað, en fólk bara allstar í heiminum, það bara grunnþarfirnar okkar að finna fyrir öryggi og tilheyra. Það bara númer 1 og 2 svona fyrir utan að borða og sofa og annað, en þetta bara okkar grunnfélagslegu þarfir og þegar þessu einhvern veginn kippt undan manni, þá maður miklu líklegri til þess að finna öryggi á öðrum stöðum og þannig að í rauninni það sem verið að gera með þessu að búið til félagslega vandamál. Með því að jaðarsetja. Og þannig að þetta í rauninni búin að með því að bara henda eins langt út á jaðarinn og hægt þá það búið til félagslega vandamál og það hefur bara slæm áhrif á allt samfélagið en líka fólki og það sama á við með orðræðuna að þessi að leyfa sér að tala þetta bara fólk eins og hluti og straum og vatn og dropi og eitthvað svona það afmennskar og svoleiðis skiptir raunverulega máli af því að ef við setjum bara aftur í samhengi við kennara og nemanda ef að kennari myndi og ætti ekki að gúttera það að íslenskir nemendur væru að tala erlenda nemendur á einhvern svona hátt eins og það væri hlutur eða eitthvað. Já, við myndum aldrei samþykkja þetta í skólastofunni. Við myndum ekki samþykkja, af hverju gildi það þá ekki, af hverju ekki sama ábyrgð hjá þeim sem eru í raunverulegum ábyrgðarstöðum af því að þeirra áhrif líka fer neðar og við erum bara að sjá það. Hvað segirðu, Askur, nú eru þessi ángar þessa fordóma og þessa breytingu, ég veit ekki hvort að þið munið eftir því en svona fyrir bara nokkrum árum síðan þegar Newporters og
og bara það leiti sem að Solaris að verða til ég meina það gerist auðvitað bara í kjölfarið af ákveðinni sveiflu sem að og þörf það sést svona rétt fyrir það, þetta þú veist, ég meina þetta 2015, 16, 17 kannski þá var fólk gjörsamlega bannfært úr opinberri umræðu ef það vogaði sér að tala með þeim hætti sem okkar æðstu ráðamenn gera núna. Hvað getum við gert? Þetta er virkilega góð spurning. Það er búið að gefa náttúrulega svo mikið grænt ljós á þessu orðræðu núna og ég held að þessi færsla hjá Bjarna Bensinni í janúar tjaldmótmælin hafi haft í rauninni mun verri og alvarlegri afleiðingar en gefum okkur grein fyrir. Vegna þess að það er engin tilviljun að hann fór að tala það efla löggæsluna, herða landamærin og þessa hluti í samhengi við fólk að flótta sem var að mótmæla í tjöldum á Austurvelli að krefjast þess að fjölskyldun þeirra sem voru með dvalarleyfi náð úr Gaza. Eitthvað sem þau sannarlega áttu rétt á. Sko. Já, bara sem var búið að lofa fyrirfram. Þannig ég held að þessi engin tilviljun að þetta hafi verið grauta svona saman í færslunni og maður tekið eftir því bara áræðinni hvað hún var mun harðari og í rauninni fólk sem að var á þessari skoðun kannski, þessari bara svona illu og ljótu skoðun fólk að flótta og fólk að öðrum kynþáttum og fólk í neyð. Þau eru kannski meira að koma úr felum og segja bara hvað sem sýnist að því það verðist bara einhvern meira orðin vani núna. Hvernig við tökum á því í rauninni virkilega góð spurning en ég held að það upplýsa fólk raunveruleikann. Og svo náttúrulega inngildingin, hún skiptir svo miklu máli að einangra ekki hælisleitendur og flóttafólk frá samfélaginu eins og stendur til að gera núna. Það inngildingin og líka í rauninni að gera fólk aðeins meira meðvitað sannleikann en svo einmitt eins og hefur verið gert hingað til þegar það eru svona stóri hópar umsækjendum alþjóðlega vernd sem að dúsa bara í Ásbrú, jafnvel 2, 3, 4 ár stundum í einhverjum tilfellum. Það er ekki að gera neinum gott og allar síst íslenska samfélaginu og ekki heldur flóttafólkinu en hugsið ykkur bara ef það gætu fengið að bara setjast að í samfélaginu, vera virkir þáttakendur, fá bráðbera atvinnuleyfi eða og réttláta málsmeðferð, jafnvel ef til þess kæmi að viðkomandi væri brottvísi á landi, hann hefði allavega geta átt bærilegra líf á meðan hann dvaldi hérna og fengið tækifæri til að gefa meira til samfélagsins. Núna á ég einn vin sem að talar reiprennandi íslensku, hann er búinn að dúsa í Ásbrú í að verða 3 ár og nú á sendan til Jórdaníu, hann flúði semst frá Palestínu. Hugsið ykkur, hann er búinn að vera í sjálfboðastarfi Rauða krossinn, byrjar að kenna öðrum bara innflytjendum íslensku. Af hverju fær sem maður ekki dvalarleyfi, af hverju fær hann ekki vernd og jafnvel bara grundvallegi atvinnu? Þetta er til dæmis manneskja sem að miðflokkurinn ætti að vera að fylgja sér að baki. Já, ég man eftir einu manneskja með íslensku kennsluna og íslensku í forgrunni. Sko. Ég man eftir einu manni sem var að tala hann tala 4 tungumál, íslensku, ensku, þú veist, rússnesku og arbísku eða eitthvað og bara ég má ekki vinna, hugsið hvað ég gæti verið að gera. Ég hugsa ykkur líka bara allt sem að við förum á misvið sem samfélag, við bara, þú veist, allir snillingarnir, bara börnin sem getur fæðist, þú veist, ástin sem getur kviknað og ævintýrin og bækurnar sem getur verið skrifaðar, kvikmyndirnar og allt þetta, bara allt uppfinningarnar, bara því að við kjósum að koma svona fram með einstaklinga og einhvern veginn veit að þeim ekki bara brautargengi, hreinlega við bara viljum bara loka þau og nú á að fangelsa fólk sem að kemur hingað, það er á stefnuskrá Sjálfstæðisflokksins allavega og ég meina þau eru komin langleiðina á samt lögreglunum í einhverju forvinnu fyrir þessar fangabúðir þar sem að má halda börnum og fullorðnum til þess eins að þau komi aldrei nálægt íslensku samfélagi og það er nefnilega málið að við vitum það kannski sem erum svolítið í þessu að leið og hérna fólkið kynnist Íslendingum, þá verður þetta persónulegt fyrir Íslendinga og það er náttúrulega það sem þau eru að reyna að forðast með þessu. Og þá náttúrulega fáum við líka loksins að heyra sögur fólksins og þá í rauninni verður til meiri svona tenging og líka fólk getur tjáð sig meira og sagt meira frá stöðu sinni en ef við fáum aldrei að kynnast fólkinu og bara dúsa þarna í þessum fangabúðum
það bara myndi hafa svo hræðilegar afleiðingar. Ég myndist bara svo mikið ofbeldið að þau ætla að leyfa sér að sko fangelsa fólk, það má bara ekki fangelsa fólk sem að hefur ekki fram í glæpi fyrir það fyrsta, en svo líka bara þar finnst mér bara ofbeldið gagnvart samfélaginu að neita samfélaginu að læra eitthvað nýtt og meira. Ég tel að það sé mynd markvisst verið, eða þú veist, já, markvisst verið að halda frá samfélaginu og ég held að það sé bara nokkuð augljóst og einmitt oftast í þeim tilgangi að þau læri ekki réttindin sín og það þar sem að eins og þeir verða að tala að þeir verða að hjálpa hinnum og þessum hvort sé löglegt og ólöglegt og annað rosalega oft þetta einmitt að það vera aðstofa fólk sem maður tengist við að sé uppfyllt þau réttindi sem þau hafa og við hefðum ef við værum í þeirra stöðu þannig og við myndum ekki vilja missa en mín upplifun bara stundum svo að það bara ákveðin öfl sem að sjá þau ekki sem fólk. Já. Og það bara raunverulega og vilja einmitt halda þeim frá okkur og okkur svolítið svona ónæmum einhvern veginn gagnvart sásaka þeirra og hrætt við þau og að af því einmitt þegar blöndunin verður að þá það yfirleitt upplifun fólks að það ekki svo. Þess vegna finnst mér einmitt oft svo athyglisvert sko að þú ert víðsýnn eða líklegri til þess að vera minni fordóma ef þú hefur ferðast mikið, búið erlendis, búið í fjölmenni borg og annað. Ætti þetta ekki vera öfugt ef þetta væri svona mikil hætta, væri það þá ekki þeir sem hafa kynnst þessu best, væri þeir ekki reddastir. En það akkurat á hinn bóginn. Já, nákvæmlega, það mjög góð punktur. Það ekki alveg þannig, en mér finnst stundum líka svolítið gaman að spæja sig út frá bara, að því þú veist spyrja hvað við getum sko gert, að ég svona reyni stundum, ég reyni eiginlega alltaf að sjá hvaðan aðrir að koma. Og ég held einmitt í þessu að þá séu stór hópur sem að kannski upplifði einhvers konar ótta og óöryggi og annað eða hefur verið bara ekki sýnt hvort sem það þú veist, bara af ríkinu eða skólanum eða hverju sem og svo finnur það eitthvað, heyrðu, hérna þetta, ég með töfralausnina, komið til mín. Og þannig einhvern veginn, þá ertu búin að tilheyra. Kannski brugðumst við sem erum svona berjumst fyrir mannúð að með því einmitt að aðstoða ekki fleiri í að tilheyra, þar að segja bara í samfélaginu almennt og þess vegna mögulega þessi polarisering en á hinn bóginn svo valda mikið fólk sem að fara akkurat. Já, sem svona úr notfæri sér þessar aðstæður já. Og kyndur undir óeininguna. Já, og nota rök sem eins og þú veist, við þurfum að læra af Norðurlöndunum, og ef það alltaf verið að tala Malmö einn skemmtilegasta borg í Evrópu. En líka, sko, þú veist, ef við værum raunverulega að læra af Norðurlöndunum og tökum Svíþjóð sem dæmi, að þá væri við að einbytta okkur að styrkja innflytjendur og hælisleitendur og félagslega meira og börn þeirra, að því að þau eru í meiri hættu og líklegri til áhættu hegðunar út af akkurat þessu og út af fordómum, út af að staðan þeirra mjög sérstök og það mjög erfitt fyrir marga upplifa svo oft til ekki einhvern veginn sömu menningu og foreldrarnir ekki sömu menningu á skólanum og einmitt að þýða fyrir foreldrar og alls konar svona sem vissulega vandamál en við getum ekki rætt þessu hluti ef við erum bara alltaf að rífast það, þú veist, hvort við erum að loka landamærunum með það ekki sem bara, dæmi sem gengur ekki upp. Nei, við getum ekki, við alla talað okkur sem land í alþjóðlegu samfélagi ef við ætlum að loka dýrunum fyrir hluta samfélagi. Og rosalega mikið af kennurum og læknum til dæmis og annað hafa einmitt verið að
í Svíþjóð verið að tala nákvæmlega þetta að bara þau eru kannski með barn í bekknum hjá sér og annað sem búið að aðlagast og svo bara allt í einu að fara einhvern veginn hendur landi eða þessi mikla harka sem að við erum að tilengja okkur núna og þetta bara fylgir félagslega vandamál. Já, nú svolítið nýtt að gerast hér á landi og það áhugavert og ég svona aðeins búin að vera að rýna í það og það eitthvað sem heitir brottvísanir. Brottvísanir eru frávísanir fyrirgefiði. Frávísanir eru annað en brottvísanir. Þetta eru tvær mismunandi aðferðir við að halda flóttafólki frá landinu og í rauninni brottvísun það þegar þú lendir á Keflavíkurflugvelli og þá ertu svona prófílaður eða þú ert ákveðið brún eða með eitthvað útlit og þeir snúið við á punktinum og þannig að þú færð ekki eins og tækifæri til þess að sækja hæli. Það talað 890% 70-90% aukningu í þessu og maður spyr sig hvort að þetta samræmist hreinlega genfarsáttmálann. Hefur þú skoðað þetta eitthvað skur? Já, ég hef eitthvað verið að fylgst með þessu. Ég skoðaði eina frétt sem ég nefndi þetta á MBL í morgun en ég held samræmist bara hreinlega ekki þeim sáttmálum sem Íslandi aðil að því það að geta sótt vernd bara grundvallar réttur fólks og líka það að geta fengið réttláta málsmeðferð. En ef við snúum við fólki á landamærunum þá munum við aldrei fá að vita hvaðan komu, hvað voru að flýja og bara hver saga þeirra og hvers konar mannsku að ræða og þetta notað á svo í rauninni bara rasískan og fórnarfullan hátt að því annars vegar þá erum við með skilti sem býður úkraínska umsækjendur vernd velkomna og bara QR-kóði þar sem getur nálgast upplýsingar hvernig þú sækir vernd á meðan þá erum við að senda bara annað fólk að flótta á færibandi í burtu. Já, og ekki bara fólk að flótta mér skilst að það sé bara verið að snúa við bara fólki sem hefur ákveðið útlit alveg sama hvort það að koma hér í frí eða hitta ættingi eða hvað. Mér langar líka bæta við einu að þú vorum að ræða þessar fangabúðir á þann. Þetta svo rosalega mikil pólitísk misbeiting á tungumálinu tala sem lokað búsetúræði. Hvað brandar þetta eiginlega? Því þetta á náttúrulega að vera þýðing á því sem kallast... Og hvað búsetúræði? Er það heimili? Nei. Á því náttúrulega lokað búsetúræði á að vera náttúrulega þýðing á því sem kallast á ensku detention camp. Við eigum íslensku orð yfir það orð, annars vegar einangrunarbúðir eða varðhaldsbúðir. Þetta bara, ég trú ekki að þau hafa einhvern veginn komið þess að fluga þessu nýja hugtaki, þetta bara einhver brandari. Nú hefur nú ástandið í Palestínu, Líbanon, þessu svæðum einhvern veginn dylst engum. Þetta blasir við. Því núna bara í morgun sá ég að það eitthvað skonar ofbeldisalda í Pakistan sem nú kannski ekki alveg þarna en svona, á svipuðu svæði. Það ljóst að það hvað talað það næstu 200 milljónir manns á flótta. Þetta nýst til að vera 120 milljónir manns. 120? Já, 120. Nei, er það? Ég held að það væri 180. Þeir kannski eftir hvaða tölfræði maður. Já, það getur verið, já. Það skiptir kannski ekki höfumáli en þú veist, það allavega yfir 100 milljónir sem alveg svona, eitthvað svona, eins og ég segi, maður einhvern veginn svona tapar tilfinningu þegar talan svona há, sko. En ef maður ímynda sér að við búum 400.000 hérna, að þú veist að það, og bara einmitt sinnum 4, þá erum við komin með 120 milljónir, þú veist, já. Svo sama fólk sem að ráðamenn sem tala gegn loftslagsbreytingum og styðja ákveðin lönd eða annað sem að gera árásir á þessi lönd og önnur og þetta bara dæmi sem gengur ekki upp. Ég hef sagt einhvern tíma við einn sem að var að svona tala með þessum hætti sem við erum að tala og ég sagði í rauninni þá markmið okkar það sama. Þannig að okkur langar að þau geti verið heima hjá sér
og þannig að þú veist, ef að við myndum finna þann sameiginlega grundvöll Ég meina ef að það þú veist, ef það væri löngunin sko, þá myndum við vinna markvisst að því en þú ert í raunin bara á móti því að ég sé með því en ef þú væri raunverulega ef þið væri raunverulega svona sama að þá ætti það að vera markmiðið og þá ættur einmitt að vera að beita þið fyrir því að í staðinn fyrir að eyða orkuðin í þetta eða lyklaborðinu að fólk getur raunverulega sé hægt að búa á því landi sem að því að langflestir vilja það. Já, auðvitað, ég meina flóttafólk vill vera heima hjá sér. Vill vera heima hjá sér, akkurat. En það er bara neyðin sem er ekki hægt og þá verðum við að bregðast við því. Þetta er einmitt mjög mikilvæg punktur sem gleymist oft í umræðinni að fólki finnst almennt bara heima vera best og flóttafólk þráir bara fátt heitar en að geta snúið aftur til bara staðsinn sem það fættist á og ég held að þetta sé örugglega töluvert blanda af bæði forréttindablindu og þjóðurembu þegar fólk á Íslandi og stjórnvöld samfærum að fólk sé að koma til Íslands vegna þess að það er svo æðislega frábært hérna. Ég held að ef að fólki sem leitar hingað í neyð gæti kosið þá myndi þau ekki vera að koma hingað, myndi bara helst vilja fara aftur heim og fólk sem kemur hingað ofta líka þetta nefndi umræðinu, af hverju komið til Íslands, af hverju ekki að fara eitthvað annað á meginland Evrópu. Oftar en ekki fólk búið að vera flótta í bara hátt í áratug. Við erum búin að synjanir annars staðar í Evrópu og er alltaf brottís á grundvöldlega Dyflinnarreglu gerðarnar sem er bara meingölluð. Þetta er bara forréttindablinda vegna þess að við höfum ekki þurft að flýja til annar landa sem ástæðum og við höfum líka svo ótrúlega mikið ferðafrelsi. Það er náttúrulega að geta ferðast án þess að í rauninni þurfa vegabréf þannig séð innan Schengen-svæðisins eru gífurleg forréttindi og það að geta ferðast utan Schengen-svæðisins. Við búum með miklum réttindum þegar það var þar. Mikið af útlendingahöturum sem eru að posta á Facebook, sem eru búsettir á Spáni eða í Bandaríkjunum og eru kvart undan innflytjendum í Íslandi. Þetta er bara svo hlægilegt. Þannig ég held að þetta stafi örugglega af forréttindablindu að miklu leyti. Já. Það sko, nú þið bæði velkunnu flóttafólki hér bara á Íslandi og það hefur náttúrulega verið talað þetta, það kemur svolítið í bylgjum, þetta var náttúrulega mikið í kringum málefni Jasans litla og svo það þessi vanvirðing og þessi harka í aðgerðum lögreglu. Hafið þið einhverja reynslu af samskipti við lögreglu? Vilt þú byrja? Já, maður hefur náttúrulega verið á mótmælum og orðið vitni af svona ofbeldi gegn mótmælendum eins og náttúrulega þessari biluðu ofnotkun piparóða en ég hef mér spurt held ég lögreglumenn úti að bara hvort þeim líði eins og þetta brjóti ekki gegn siðferðiskennd þeirra að því náttúrulega í siðareglum lögreglu þá kveðið á það að ef að skipin brýtur gegn siðferðiskennd lögreglumanns alvarlega þá getur hann komist hjá því að þurfa framfylginni. Jú, mikið rétt. Þeir svara yfirleitt því að það með ekki persónu gera þetta, það séu bara í vinnunni en svona hefur bara verið svona óhófleg harka gegn fólki sem hafa brottið í sæn svo kom fram í máli Jasans þegar hann var bara sóttur á spítalan og svo var verið að ryðjast heim til þeirra líka og maður verðist að heyra þetta svolítið í auknum mæli bara núna fyrir kosningar bara þessar síðustu vikur starfsstjórnarinnar þá verðist sem svo að það hafi bara eins og bara svona komið svona alda svona lögreglumanna svona og sópað bara upp fólki og ég hef heyrt að þeir hafa jafnvel verið að ráðast inn á vinnusvæði hjá stórum verktakafyrirtækjum og reyðlega sko bara grípa þar albanska verkamenn sem að annarkvort voru komnir á tíma að sækja endurnýjun dvalarleyfis eða vinnuleyfis eða vorum útrunnið eða hvað það var og eða bara reyðlega bara snúðaði við bara einhvern veginn af því að þið voru nýkomnir. Það er líka með nýlega dæmi að það sé verið að svifta fólki sem hefur fengið samþykkt alþjóðlega vernd á Íslandi og er að sækja þá ótímabundið dvalarleyfi eftir að dvalarleyfi í kannski 5 ár rúmlega. Það eru dæmi að sé verið að svifta fólk frá löndum að borða við Írak, Sýrland, Sómalíu og Afganistan
það sé verið að svipta því fólki dvalyfi sínu og senda það úr landi bara að yngri ástæðu annað en bara losi við þeim. Já, en svo þetta er mjög ókvæmlega þróun sem hefur orðið í kjölfari á nýsamþykktum útlendingalögum. Og þetta er sama fólki sem að gera þetta og fer fyrir þessu og talar sem sagt, að mikilvægi þess að við þurfum til þess að uppfylla alþjóðasamninga, þá ættum við að taka á móti kvótafólki. Það sem hefur ekki gerst á Íslandi, ekki síðan bara 2000 og ég man ekki hvað það er bara 2010 eða 2015 eitthvað, höfum við ekki tekið við kvótaflóttafólki frá þessum heimshluta. Það er sem sagt, Afríku, Asíu og við erum, þannig að við þetta einhvern veginn talar að fyrir ekki saman hljóðu mynd, sko. Það mínum að þetta er bara augljóst að þetta beinist að fólki frá Afríku og Miðausturlöndum og núna Suður-Ameríku þetta er bara brúnt fólk, þetta er bara brúnt fólk, brúnt og svart fólk. Hluti á sér, þetta sést betur ef maður kýs að sjá þetta út að ef maður bera saman við viðbrögð varandi Úkraínu og einhvern veginn hvernig að er bara réttilega brugðist við þar en ekki, og ég hef verið spurðað í hvort að mér sé sama fólk frá Úkraínu af því að ég meira verið aðstofa fólk frá Palestínu. Alls ekki. Það bara þarf kannski með aðeins minni aðstofa. Já, og en líka bara að Ísland er að gera mjög mikið fyrir Úkraínu réttilega í sínu bandalagi og taka móti fólki og annað. Þannig að mér finnst hvað ég get lagt til vera miklu minna þó auðvitað bara koma vel fram við alla sem en þarna er svo augljóst óréttlæti og maður verður vitnaði fólk bara færi ekki það sem það hefur rétt á og sem bara byggt á einhvern veginn þessu. En ég upplifði sem sagt þessa auknu hörku í sem sagt máli Jasans og ég var mjög náin þeirra og var og er bara mjög náin þeirri fjölskyldu og ég var svona aðeins sem búin að heyra frá því og ég er í rauninni sko stíg þar inn í til að byrja með þannig alveg fyrst myndi ég heyra að ég að vísa úr landi frá einni, hún var svona byrjum aðstóð, ég hafði þá bara meira verið svona í þessari fatasöfnun og ég reyndar farið til Kaíró og eitthvað svona en ekki svona mikið í svona persónulegu máli en ég er þroskaþjálfi, ég á langveikt barn og annan, ég hugsa ég get aðstóðið þau bara við það sem að þau þurfa komast í samband við lækni og bara þessa basic hluti Já, þannig í júní, þannig ég hafði ekkert mikla, ég vissi ekki alveg hvernig þetta væri með lögregluna og hef því ekki samanburði, en bara harkan sem slík kom mig gífulega óvart, ég var svo sem alveg búin að heyra það og svo aðri, já þetta er bara kerfi, en þarna fekk ég að sjá, þetta er fólk, þetta er fyrir utan að kerfi en bara huglagt mat og annað, en það er mér sérstaklega minnistætt að ég var með þeim upp á spítala og með honum og hann var á þessum tíma, það var bara mjög hræddur við lögregluna, mjög, og þetta er 3-4 mánuðum áður en hann er sóttur hann upp á spítala og allt það, hann var og bara ógnaði heilsu hans án þess að fara eitthvað nánar út í það og það hringir sem sagt stöðdeild lögreglunar, hringir í þau og þau voru semst að spurja hvaðan þyrfti með sér í flugið og hvenær þau ætluðu að fara úr landi og ég spyr sem sagt bara starfsfólkið á spítalanum að þessum spurningum þannig að þau myndi vita hverju þau ætti að svara og spítalan segir við mig bara þau geta ekki svara þessu. Það er bara brot á. Það er bara ekki hægt. Fyrsta lagi þarf hann þarf að vera útskrifaður til þess að geta farið. En svo líka, en lögreglan þá að krefja heilbrigðisstarfsfólk að persónulegar upplýsingar skjólstæðing. Já, og í rauninni samt að krefja bara þau sjálfum svör sem að þau hafa hvorki þó þau séu vissulega foreldrar hans að þá, menn þetta er bara svolítið svipað og
barnið manns í aðgerð og læknin myndi spyrja, þú veist, vilt að ég skeri hér eða hér? Já. Þú veist, ég veit það ekki, þú ert læknir, en ég samt með, þú veist, hag barnsins míns að leiðarljósi og það svona svipað með þau og þannig að ég var bara, já, það auðvitað. Þannig að ég, sem sagt, það var, já, einhver svara og rétti mig síman þegar ég í þessu samtalan, ég var svolítið óviðbúin. Og ég ætla bara að segja henni þetta var bara stoðdeildin og ég ætla bara að segja henni bara já, spítalinn segir og ég hélt ég væri einhvern veginn að gera henni greiða. Að ég væri að koma upplýsingum að því ég var náttúrulega bara búin að vera svolítið í því hlutverki einhvern veginn aðstoða þau í samskiptum við spítalann og ekki kannski að díla við stoðdeildina. Nei, ekki, einmitt og hafði einhvern veginn meiri trú heldur en þá ef maður bara leggur til hliða hvaða sem þau eru að gera og skoðunum hans á því að þá hafði ég meiri trú á hvernig en hún bara einhvern veginn var bara brjáluð og mér brá svo mikið og hún bara hún sagði já það já, hún eitthvað, þú ert að banna mér að tala við þau eitthvað, ég alveg, nei, ég ætla nú bara, ég held ég var að gera þér, þú veist, ég bara að segja sem spítalinn segir og eitthvað svona og hún bara, já það er bara, ég þarf ekki að hlusta það ef að, og bara þau þurfa að koma núna og eitthvað, ég bara, þau geta ekki, þú veist. Nei, og þetta svona, einmitt þessi, þú veist, eins og að þetta sé einhvern veginn, að þau séu hafin yfir lög þau eru bara sek, þanga til þau geta sannað þau séu saklaus og það er ekki eins og nóg, þú veist, það er bara, komið fram bara eins og þarna sé eftirlýstur glæpamaður og ég sé einhvern veginn að Hilma, ég minna við gætum ekki verið, það gæti ekki verið augljósara hvað við erum að gera, þú veist, það var allt annað ef ég væri að reyna að fela þau eða eitthvað slíkt. Þannig ég held einhvern veginn að ég væri að gera þeim báðum. Já, einmitt bara eitthvað svona stillandi friðar eins og já, maður gerir. Já, og bara veita upplýsingar sem þau, að því að þau til dæmis var ekki túlkur, þannig að þannig að ég var bara svona, já, held ég var bara veitin upplýsingar, ég þarf ekki að taka neinum við neinum skipnum frá þér og ég er ekki að skipa þú veist, ég bara, þú má taka við upplýsingum það með allir taka við upplýsingum þú veist, svo hvað þú gerir við það annað mál, en það ekkert rétt að má ekki taka við upplýsingum en síðan, og ég bara eitthvað svona bara á og rétti henni síman og hún bara, getur pappin ekki bara komið? Ætluðu þá að slíta fjölskyldunni sundur eða eitthvað svoleiðis? Já, þú veist, hún bara ég veit það ekki, þú veist, hún var í raun bara með óraunhæfa kröfur, þau áttu að segja mitt hvenær þau ætluðu að ferðast, þau gátu það ekki, hvað hann þyrfti með sér í flugið, þau geta það ekki og þú veist, að vera einhvern veginn öll svör á svo ensku líka og skilja ekki einmitt af hverju sko foreldrarnir þurfa bæði að vera hjá þeim og til dæmis eins og í hans tilfelli að þá þú veist, mamman hefur ekki bara líkamlega burði til þess að aðstóða hann og pappin gerir það að miklu leyti og sem verður náttúrulega erfiðara. Ég sérstaklega eftir að hvað er rifbeinsbrutan? Já, bara búin að lifa í þessum ótta. Er þetta þín líka, er þetta þín tilfinning, þú nú væntanlega líka heyrt af aðferðum og aðferðum þessari stoðdeildar. Maður hefur heyrt þessa hörku, þessi ómanneskjulegheit og maður veltir fyrir sér einmitt eins og þú segir, hvers vegna í ósköpunum sko ef maður leggur til hliðar hvað þau eru að gera hvers vegna þau þurfa að gera það nákvæmlega með þessum hætti. Já, þetta náttúrulega þetta með hluta ástæðinu af hverju tilbynst þegar umsækjendur alþjóðlega vernd þurfa að tilkynna sig til lögreglu. Það hafa oftar en ekki verið að mæta upp á lögreglustöðun á Hlemmi eða stoðdeildina sem í Hafnarfirði. Þá höfum við svona aðgerðisinnar og bara vinir fólksins ofta að reyna ekki bara farið samferðað þeim. Af því það veitir ákveðna svona öryggiskennd í rauninni og í rauninni að geta orðið vitni að því hvað gæti hugsanlega gerst. Af því þau þoraðu þetta ekki að gera hvað sem er fyrir framaðan Íslendinga. Stundum hefur okkur verið meinað að fara inn fyrir með fólkinu. En það er alveg gróf dæmi eins og eitt frægt mál 2021
þegar 2 ungum palestínumönnum var rofið bólusetningarvottorð og áttu að mæta upp í útlendingastofnun í Hafnarfirði að sækja þeim. Svo náttúrulega voru við bara teknir og bara hendi jörðina, þannig að bara blættu úr þeim. Þetta svo óhugnalegt fyrir mann bara sem svona leikmann og bara manneski sem eru alls upp í þessu samfélagi að horfa upp á þetta ofbeldi því að ég þetta mitt markaði svolítið upphafið þetta 2021 með þessum hætti og einmitt Þórhildur Sunna sagði mig frá því að hún gerði athugasemdir við þetta bara mjög miklar inn á þinginu og kom í ljós að þetta var náttúrulega ekki löglegt. Nei. Og það sem gerist í kjölfari einmitt að það er farið að vinna að því að gera þetta löglegt í staðin fyrir einhvern veginn að þú veist. Það var einmitt sama ár var annað mál þar sem að palestínskum flóttamönnum var vísað á götuna og það var einmitt og það var náttúrulega dæmt ólöglegt í héraðsdómi að höfðu mál gegn ríkinu og unnu. En þá mitt í breytingum á útlendingalögum sem voru samþykkt í fyrra, þá náttúrulega gerðu þetta löglegt. Þeir gerðu þetta löglegt og það skapaðist heilmikill vandi akkurat. Það var búin til ný stétta fólki sem var hreinlega bara landlust flóttafólk og réttindalaust sem að bara hafðist við á götum borgarinnar og ég veit að þetta tæmdi marga hjálparsjóði og var, ég meina það við vorum mörg hver vakin og sofin yfir þessu. Og þetta eykur líkur á mansali og bara alls konar hefur hræðilega hluti fyrir með sér. Já. Enda náttúrulega gerði með Kvenréttindafélag Íslands, embætti landlæknis, Amnesty International, Women, bara fullt af mannúðarsamtökum, bara alvarlegar athugasemdir og jafnvel formdendu þetta frumvarp. En núna er þetta, ég meina núna er þetta bara svona og það eina ástæðan kannski fyrir því að við sjáum ekki þetta fólk út á götu er vegna þess að það er gistiskili Rauða krossins, það er reyndar fyrir að renna út núna einhver þjónustusamningur við það og svo líka einfallega vegna þess að það er bara búið að sópa upp fólki, bara áður en að ég verið að það fari úrskurð bara í sínum málum endanlegan. Þannig að þetta er undarleg vandi eins og kannski, við förum kannski aðeins aftur til Gaza og handtökuskipunarinnar og þessa nú hefur Þórdís Kolbrún Reykfjörð, nú hefur hún loksins komið fram, hún verður reyndar aldrei fordæmt neitt, hún fordæmir bara Úkraínuverðstjóra eða sérst Rússa en hún segir þetta ef að Netanyahu þyrfti að hafa einhvers konar viðkomu hér þegar þann handtekinn. Hafið trú á að þetta myndi gerast, Óskar? Heldur að eins og ég satt áður, ég trú engu fyrir að ég sé það í verki, en ég held að ef að hún hefur náttúrulega staðhæft að Netanyahu yrði handtekinn ef hann kemur til Íslands, ég held að ef að til þess kæmi síðan ekki að þá væri eiginlega bara trúurleiki alþjóðlega sakamáladómstólsins bara það verið búið að gera út af við hann. Ég ætla rétt að vona að svo verði, en ég trú engu fyrir að ég sé það í verki. Já. Hvað með þig, Ada? Ég held ef að kæmi með Bandaríkjunum svo er það að þá get ég einhvern veginn ekki sé fyrir mig heim þar sem það myndi gerast. Þetta vona maður það og er ánægð með að hún hafi sagt þetta en segi maður hún er lögfræðingur en þú veist að kannski væri svolítið skrítið hún myndi tala gegn alþjóðaglæpadómstólnum. Hún hefði náttúrulega geta skýrt þetta betur hefði hún mætt á pallborðið hjá Ísland-Palestínu fyrir það var einmitt spurt er þjóðarmorð í Palestínu er Ísrael þjóðarmorð Palestínu heimildin í gær og það greinilega vakti ekki lukku hjá henni að væri verið að spyrja því og fannst ekki verið já henni spurning en á sama tíma bara daginn áður var langt pallborð þar sem hún hafði einmitt geta útskýrt afstöðu sína mjög vel í löngu máli en ekki bara já og nei en kýs að mæti ekki. Já, það er nefnilega svolítið merkilegt. Nú voru Solaris sendið spurningar á stjórnmálaflokka. Það voru ekki allir sem svöruðu, margir svöruðu. Það voru svolítið sláandi eins og bara, ég held að það hafi lýðræðisflokkurinn
og hérna sem að vill bara loka landamærum og bara leggja niður hælisleitendakerfi sem að ég reyndar sé ekki alveg hvernig er hægt sko. En hérna hvers vegna, og ég meina haldið þið að það þjóni einhverjum tilgangi, ég meina þetta sé tilgóðs, ég meina fyrir þeirra kjósendur, ég meina þau náttúrulega eru kannski ekkert að fara að tala inn í þennan hóp sem að kemur á pallborði á Íslandi Palestínu, en þannig að þau láta það bara vera hérna á þetta eftir að koma í baki á þeim? Já, það er spurning. Meinað á að hafa setið hjá þegar já, að bara setið hjá einmitt, og þegar að því að við vitum það bara, að því við þekkjum söguna að það kemur að því að þetta verður gert upp og fólk verður kallað til ábyrgðar og haldið þið að þau verði kannski þessi hópur, þessi ríkisstjórn jafnvel? Mögulega þá er þetta gert vegna þess að þau vilja kannski komast hjá því að þurfa að segja hlutina reynt út og þá geta kannski frekar reynd að halda þér fram að þau hafa ekki vitað hlutina eða hafa ekki verið raunverulega á þessar afstöðum eitthvað í þáttina. Það getur hugsanlega verið raunin. Og svo eftir að taka náttúrulega bara sigrana eða þannig það sem við gerðum með sér og náttúrulega svo sem strax bara neignar að sjá það bara senst í gær svona tala að fara á sótt fólkið en einn líka að Ísland, þú veist að stjórnvald hefðu viðurkennt Palestínu 2011 en allur sjálfstæðisflokkurinn satt hjá í þeirri atkvæðagreiðslu en þarna notar hún það sem dæmi fyrir því að þau standi með Palestínu þannig að örugglega eftir einhver ára þá voru það þau sem björguðu öllu sko. Já, það er eins og þess en ég ætla að sleppa ykkur hérna út og það er orðið heitt í stúdíónu vatnið svona tekið að tæmast úr glösunum það var rosa gott að fá ykkur í spjall og ég bara verið alltaf æfilega velkomin Askur Hrafn og Ada Steina. Við skulum þá segja þetta gott frá Rauðaborðinu í kvöld. Fyrir útsendinguna vil ég þakka Laufeyju Líndal og Pétri Fjellsteð, öllum góðum gestum fyrir komuna og kollegum mínum fyrir þeirra framlag hér til kvöldsins. Takk fyrir og góða nótt. Segðu það á Samstöðinni. Samstöðin er í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur.